gerði sömu mistök og ég gerði síðast. Ég byrjaði að tala en það var ekki búið að unmjúta mig. Ég sagði mjúta mig áður en ég byrja upptökuna en núna þetta komið. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þetta live þáttur, ákvað að vera live núna. Ég svona að meta það hvort ég verði að færa pælingarnar yfir á bara live þætti á þriðjudögum, fimmtudögum og föstudögum. Svona að meta þetta við sjálfa mig. Það einhverju leyti þægilegra að vinna þetta efni svona live. Þá fæ ég þetta bara beint úr kúnni og með svona það sem ég get skipt yfir og stýrt þessu svolítið. En náttúrulega eins og þið voruð að sjá núna, þá ég ennþá að svona læra inn á þetta, hvernig það að vera live. En við allavega prófum þetta og sjáum hvernig þetta fer. Í dag 19. maí, kosningar nýafstaðnar og já, stórsigur hjá XD. Núna náttúrulega tekur bara við ESB umræðan sem að verður allra jafna mjög spennandi, en ég held að það sé ákveðin svona upptaktur af því sem muni koma úr þessu ESB byggsöllu. Ég tel að þetta sem búið að vera að eiga sér stað núna sé eitthvað sem að mun hafa áhrif á það hvernig fólk kýs að fara í ESB. Það komin ákveðin titringur, veðbankar gera núna ráð fyrir því að þjóðin muni koma til með að segja nei í ágúst og ég hef náttúrulega haldið fram að það sé, já, litlar áhyggjur af því að annað muni koma til með að gerast. ESB einfaldlega ekki á þeim stað að það fýsilegt að ganga þar inn, þannig að ég held að ég hef sífellt minni áhyggjur af því að fólk muni kjósa já með aðildarumsókn að Evrópusambandinu, en það verður bara í það minnsta spennandi að fylgjast með því. Ég ætla að fara yfir svona hitt og þetta í dag, fara yfir sveitarstjórnarkosningarnar, menningarstríðið. Það var ótrúlega áhugavert að núna alltaf verið að tala um það að sé svo mikið menningarstríð í gangi og að það sé einhvern veginn sem að þarf að vinda ofan af, en það sem kannski áhugaverðast í því ljósi að þetta náttúrulega réttrúnaðurinn eða vókið að reyna svona að ríghalda í sína stöðu þrátt fyrir það að eins og kemur fram í kosningum að engin pólitísk eftirspurn eftir því. Og þá byrjað að kalla þetta menningarstríð, að við þurfum einhvern veginn að leggja niður menningarstríðið og þetta í bara ákveðin svona skoðanakúgunartækni, þar sem að fólk sem á öðrum skoðunum vill ekki að aðrar skoðanir heyrist. Það að segja að svona hið viðtekna í okkar samfélagi sé hið rétta og að við eigum ekki að vera að hrófla við því, heldur að bara kalla það umburðarlyndi og jafnrétti. Það alltaf slegið fram einhver svona skringilegum orðum, sko. Það ég svo umburðarlyndur og ég svo góður og ég vil jafnrétti og ég vil að kærleiksbangsar verði áfram kærleiksbangsar. En í grunninn þetta bara fólk að vera ósammála því hvernig málefnum háttað í skólum, hvernig málefnum háttað á bara ýmsum sviðum samfélagsins, og fólk má alveg vera á annarri skoðun heldur en hinn viðtekna akkurat í dag. Því að fólk þarf náttúrulega líka að gera sér grein fyrir því að þegar að samfélagið breytist og þróast, að þá mun eflaust fólk vilja halda í það að geta verið á annarri skoðun heldur en viðtekna skoðun verður þá og þegar. Þannig að þetta orð menningarstríð, sko, mér finnst persónulega að við þurfum einhvern veginn að losa okkur við það, sko. Þetta náttúrulega í mörgum tilfellum ákveðin ofstækisöfl sem að krefjast þess að fá að passa það, eða svona, já, vera sem heitir svona hliðarverðir þess hvað sé leyfilegt að ræða og hvað sé ekki leyfilegt að ræða. Þannig að ég held að ég mjög bjartsýnn gagnvart framhaldinu, sko, eins og kemur fram bara í kosningunum, þrátt fyrir það að það séu náttúrulega þessi öfl sem að krefjast þess, þrátt fyrir það að sé engin eftirspurn eftir þeim í samfélaginu, að það séu allir sammálaðin. En ég svo sem ætla ekki að dvelja lengur við það. Verður mjög áhugavert að fylgjast með því hverjir munu koma til með að mynda meirihluta. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn myndi senda náttúrulega skýr skilaboð það hver það sem að svona
að Hildur ætli sér raunverulega að fara að ráðast í stórtæka breytingar, væri töluvert auðveldara að ráðast í stórtæka breytingar ef hún væri með Miðflokkinn með sér. En svo erum við líka með önnur öfl sem eru Framsókn og Viðreisn, þar sem að væri svona hófstilltari nálgun. Hildur fór þannig fram í Silfrinu núna mánudaginn og sagði að hún ætlaði ekki að vinna með neinum sem að talaði gegn minnihlutahópa með öðru, og það svona ákveðin vísbending þess að hún taki í síðarnefnda, að hún fari með Framsókn og Viðreisn í þennan meirihluta, en það var bara eftir að koma í ljós. Ég er mjög spenntur fyrir framhaldinu. Guðrún Hafsteinsdóttir ætlar að koma hingað á eftir og reifa þessa hluti með mér. Það er áhugavert líka að fylgjast með hvað stöðu hún er komin í núna þegar að Sjálfstæðisflokkurinn er að ná stórkostlega góðum árangri eftir svona svolitla eyðimerkurgöngu eftir þau kusu að fara með VG í ríkisstjórnarsamband árið 2017. Spurning hvort að þetta muni koma til með að leiða til þess að Sjálfstæðisflokkurinn verði stærra afl í samfélaginu. Þetta var allt eftir að koma í ljós. Ég ætlaði að lesa, ég ætlaði að fara yfir, ég var að lesa grein í gær frá Kjartani Arnari Sigurðarsyni, og hann er sem sagt forstjóri Ormsson, og hann ætlar reyndar að koma í þátt. Ég var að ræða við hann í gær bara út af þessari greinu, menn langar samt sem áður að hita upp fyrir þann þátt, út af því að það er mjög áhugavert það sem hann er að segja. Hann telur sem sagt að Ísland sé að festast í ákveðinni stöðnun eins og þið sjáðu hérna, og hann hefur áhyggjur af því sem er bara að gerast í íslensku samfélagi, og ég ætla ekki að lesa alla greinina, mér langar samt að lesa 2 seinustu klausunar. Og hann segir hérna: við höfum byggt samfélag sem umbunar það að gera ekkert rangt frekar en að þora að gera eitthvað stórt. Gera ekkert rangt frekar en að gera eitthvað stórt. Í slíku kerfi er öruggasta leiðin alltaf svo rétta, en ef allir velja öruggastu leiðina þá verður ekkert nýtt til. Öryggið er orðið að hindrun. Við fórum úr samfélagi sem tók mikla áhættu yfir í samfélag sem tekur of litla. Í menningu þar sem að allir velja sömu leið, þar sem það verður norm að passa inn. Þá er enginn að taka áhættu. Og samfélag sem hættir að taka áhættu hættir smám saman að hreyfast. Það verður stöðugt, það verður örugt og það verður hægara. Við erum ekki vexti, við erum í biðstöðu. Það er þægilegt að forðast þessa umræðu með því að gera hana að kynjamáli, en þetta snýst ekki konur eða karla. Og hann nefnir þetta út að hann nefnir ákveðna breytur þannig fyrir pislinum. Þetta snýst það hvaða hegðun við umbunum. Ef við umbunum stöðuleika umfram frumkvæði, regluverk umfram sköpun og öryggi umfram hugrekki, þá fáum við nákvæmlega það samfélag. Við höfum orðið heimsmeistarar í að forðast mistök en erum að missa hæfileikann til að skapa eitthvað nýtt. Við stöndum frammi fyrir raunverulegu vali, ekki milli hægri og vinstri, heldur milli öryggis og framþróunar. Spurningin er ekki hvort þetta sé að gerast, spurningin er hvort við ætlum að bregðast við. Viljum við samfélag sem heldur utan um það sem er til, eða samfélag sem býr til eitthvað nýtt? Við getum ekki fengið hvoru tveggja í sama mæli. Hugrekki er ekki andstæða ábyrgðar, það er forsenda hennar. Og ef við gleymum því, þá hættir Ísland ekki bara að taka áhættu, það hættir að taka framförum. Og ég get ekki verið meira sammála. Það var ótrúlega áhugavert, eins og ég er búin að vera reyndar að reifa fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar, að þá er ég búin að reyna að pæla í því af hverju það er sem að við erum í þessari stöðnun. Og eitt af því var náttúrulega þegar að Reykjavíkurborg ætlaði sér að taka niður kastala ungra barna út af því að hann var ekki öryggisvottaður. Það er verið að drepa niður allt það góða í okkar samfélagi einmitt með vísan til öryggis. Og við, náttúrulega, ef maður les Aldous Huxley sem ég er með, ég er nú ekki að finna hana hérna, Aldous Huxley eða George Orwell, að þá er það ríkisvaldið sannfærði einmitt með vísan til öryggis það að þú eigir að vera í stanslausri ánægju og í stanslausu öryggi. Þú átt aldrei að þurfa að takast á þig neitt í þínu lífi, þú átt aldrei að þurfa að beita þér, þú átt skilið að fá allt, húsnæði mannréttindi, þetta mannréttindi, allt einhvern veginn orðið mannréttindi og þú lifir í fullkomnu öryggi.
og það versta við þetta kannski það að þetta kemur frá góðum stað, þar að segja að fólk kannski vill sýna öðrum raunverulega umhyggju, en hins vegar þetta að taka úr sambandi margt af því sem að gerir samfélagið okkar gott. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Páli Skúlasyni sem að skrifar í bókinni Siðfræði. Ég hef verið með pælingar 1 og 2 sem eru bækurnar hans, en ég að lesa þessa núna og átti reyndar eftir að klára hana. Hann skrifar á blaðsíðu 34-5 og hann að tala sem sagt réttlæti, og réttlæti einmitt einn svona vinkill af þessu hvernig réttlæti orðið, eða það sagt mannréttindi að vera öruggur í öllum aðstæðum, tilfinningarnar þínar orðnar öruggar, allt sem að veki með þínu lífi orðið örugt, og þetta náttúrulega veldur því að þetta skadar mann að lokum. Og hann talar réttlæti, og ég ætla að vinkla þetta inn í það sem að hann Kjartan að skrifa. Önnur sú að réttlæti sé sjálfstætt fyrirbæri og að við höfum sérstaka innsæisgáfu til að átta okkur á réttlætinu. Þannig höfum við í hendi okkar við allar venjulegar aðstæður hvað sé rétt og hvað rangt án þess að geta skýrt það röklega með orðum. Með svipuðum hætti og flestir sjá í hendi sér að 2 + 3 eru 5, þótt fæst okkar geti sýnt röklega fram á svo sé, meðal þekktra fulltrúa innsæishyggju má nefna G.E. Moore. Og svo hann að tala um innsæishyggju og tilfinningahyggju. Hin kenningin svo að réttlæti sé ekki sjálfstætt fyrirbæri, heldur það sé tilfinningamál sem ráðist af því hvernig við erum gerð og hvernig hlutinir verka á okkur. Þannig séu dómar rétt og rangt og raunar dómar gott og illt sem ráðast af því hvað okkur finnst. Þar sem fólk eins gert í aðalatriðum, sammælist það oftast auðveldlega hvað sé gott og hvað illt í siðferðislegum efnum. Og þetta sem að mér finnst vera svolítið áhugavert í því sem að Kjartan að skrifa, að hugmynd okkar af því hvað og þið sáu þetta ótrúlega mikið í sveitarstjórnarkosningu. Þið sáu hvernig sósíalistar og vinstri var að tala. Húsnæði bara einhvern veginn mannréttindi, og þá erum við með fólk sem að tala fyrir því að þau ætla að fara að skaffa húsnæði, en þegar öll að botnin hvolft þá þetta náttúrulega sömu öfl og byggðu Brákaborg sem ég veit ekki hversu margar milljónir á fermetri, en hann getur rétt ímyndað ykkur hversu mikið við þurftum að niðurgreiða þetta ef að í ofanalega að leiga ætti að vera ódýrari líka. Þannig að það ótrúlega skrítin öfl að verki í þessu, út af því að þetta náttúrulega við heldur ekki bara stöðnun, heldur ákveðin hnignun. Og eins og ég segi, ég held að ég myndi ganga lengra heldur en Kjartan Örn Sigurðsson hjá Ormsson, að hann talar það að ef við erum ekki að taka hennar áhættur þá erum við í ákveðinu stöðnun. Ég held að það sé bara hnignun sem að kemur upp úr krafsinu af því að beita sig sem svo. Og þetta eitthvað sem við erum að gera. Við sjáum þetta í öllu sem að við kemur öryggi. Börn mega ekki leika sér að tiltekinn máta. Fólk á ekki að þurfa að takast á við neinar aðstæður eins og ég verið að nefna. Og eins og Páll Skúlason þannig að segja, að þá byggir þetta allt á þessum tilfinningum það að það sé réttlætismál. Ég vil berjast fyrir réttlæti. Annað orð sem sagt í ofanalag við þetta að maður sé að berjast fyrir mannréttindum. Píratar áleitu sem svo að mannréttindi væru eitthvað sem að þau var einhvern veginn ein að berjast fyrir, og hvað þýðir það þá núna fyrir okkur sem að erum að tala á máta sem að þeim hugnast ekki, erum við þá á móti mannréttindum. Það gerir manni svo ótrúlega auðvelt að byrja bara einhvern veginn að bulla sig í kringum öll þessi málefni. Ég held að þeir flokkar, að miðflokkurinn sé á móti mannréttindum bara della. Miðflokkurinn ekkert á móti mannréttindum. Þeir eru bara ósammála ykkur það hvað í tilfellum kennt í skólum, hvort að það að fullt af fólki sem með mismunandi menningabakgrunn komi hingað og það hafi engin áhrif. Þeir telja að svo sé ekki. Ég tel heldur ekki að svo sé. Ég tel að ef við tökum móti mikið fólki sem með mjög ólíkan menningabakgrunn, þá
óumflýjanlega breytir það því hvernig menning viðhöfð á Íslandi. Það bara algjörlega stjörnugalið að halda annað eins og reyndar, maður þarf ekki einu sinni að halda það, maður sér það í Evrópu þar sem að svona menningarsamsetningin orðin mjög frábrugðin því sem hún var áður. Tala nú ekki, þú veist, ef við nefnum bara allir sem dæmi Bretland, Bretland á betri stað heldur en voru hvað menningu varðar fyrir 20 árum? Svarið við því augljóslega nei. Bresk menning var töluvert skárri áður. Og þá ég ekkert að segja að einhverjir menningarheimi séu betri eða verri, þó svo að ég telji reyndar að það hægt að færa rök fyrir því. Heldur bara að menningar átök eru orðin miðpunktur alls þess stjórnmálalífs sem að viðhaft þar. Þannig að, þú veist, það einhvern veginn verið búið að gera grína manni á svo marga vegu hvað þetta varðar. Það svo skrítið að fylgjast með því að einhverjir séu bara tilbúin til að segja já, nei, ef þú ert ósammála mér, sko, þá ert þú á móti mannréttindum. Og svo að maður bara taka því alvarlega, sko. Já, ég ætlaði líka að tala hérna í sambandi við það sem Kjartan að skrifa í sambandi við dagskrárvald. Það búið að vera mjög skrítið dagskrárvald það, eins og hann nefnir reyndar í pistlunum, sko, hvers konar hegðun við umbunum. Við höfum verið að leitast við að hvað ég að segja, búa til endurlíkingar fólks sem að á ákveðnum brautum, að einhvern veginn að straumlínulaga það að þessi þröngi rammi akademíunar sé eitthvað sem að allir eigi að viðhafa og þá í kjölfarið að það muni samfélaginu sem heild vegna betur. Þetta annað stórskaðlegt mál sem að ég hefur náttúrulega fjallað mjög oft, sem að þessi akademísku fræði sem að byggja á því að að vísindaleg vinnubrögðum sé gert hátt undir höfði og að við séum með vísindi sem að raunverulega veita okkur góð gögn það hvernig skal viðhafa áframhaldandi samfélagi. En hins vegar þá hefur verið grafið undan því með ýmsum réttrúnafræðum þar sem að ritrýndir skoðanapistlar eru látnir hafa áhrif á akademísk svið langt umfram það sem að ég myndi telja eðlilegt. Við sjáum til dæmis eins og kynjafræðin hefur núna gerst svo frökk að mér skilst að hún krefst þess að hún sé kennd í öllum deildum. Að fólk þurfi að þreyta kynjafræði til þess að klára háskólanám hvernig sem svo að það og þetta náttúrulega svo gufurugla, en hugsið ykkur líka frekjuna. Hugsið ykkur frekjuna sem að byggir á því að mín fræði séu svo ótrúlega ómissandi að ég krefst þess að allir læri það. Þetta bara svona álíka vitlaust eins og ég myndi bara krefjast þess að fara sem prófessor inn í alla kima akademískra stofnana í háskóla á Íslandi og segja bara allir eiga að læra hæjaísk fræði. Ég á að geta fengið aðgengi að öllum og kenna þeim hæjak. Ég reyndi að tala að það myndi verða töluvert betra. En ég alveg talað, þú veist að ég bara ætti að fara í grunnskóla og kenna hæjak og þá segir fólk við mig nei, þú ert að miskilja þetta, sko. Þetta eru svo miklu grunnþættir samfélagsins sem eru samskipti kynjanna og ef við erum ekki búin að grípa þessi ungu börn áður en að þau náttúrulega smitast af einhvern veginn eitrinu sem samfélagið að þá munum við ekkert geta ná neinum árangri. En ég meina þetta bara ekki rétt náttúrulega. Ég meina þessi stórkostlega áhersla á kennslu búin að auka umburðarlyndi frá bæjardýrum séð hérna þeirra sem að tala mest fyrir þessu? Umburðarlyndið búið að skapa betri vettvang fyrir það fólk sem að talar helst fyrir þessu? Svarið við því einfaldlega nei og ég ætla að spila fyrir ykkur viðtal við Thomas Sowell. Ég veit ekki nákvæmlega hvenær þetta tekið en hann sem sagt þarna mættur Hoover Institution og hann að tala við Peter Robinson. Mér minnir hann heitir Peter Robinson
og þannig eru þeir að tala sérst skólamál og ég ætla bara að spila þetta fyrir ykkur. The reason I have such a focus on education is one, that it is one of the major institutions of our society that is failing more so, I think, than most of the other major institutions of our society. And it's failing in two different ways. It's failing to teach students how to think. It's failing to give them a background of knowledge of history. It's failing to allow them to express views that are different from what is being propagandized. These have become propaganda agencies more so than educational institutions. And I think more than that, the way these education is set up as an institution, there's nothing in it to cause them to change, to correct themselves. If you're in private business, if you're making widgets, if you're not making widgets that the public wants or will put up with, then you will discover that because you can't sell them, you will be losing money, and you will be forced out of business. Milton Friedman used to say that people call this a capitalist society as a profits society. It's a profit and loss society. And the losses are just as important as the profits, because the losses force people to stop doing things that are not working. And only those who are doing things that can be self-supporting can continue. That's not true with education. Public school education, you have the almost inexhaustible amount of money from the taxpayers. Private schools are becoming private more in name than in reality. They're getting billions of dollars of taxpayers' money, and there's very little following of what happens, so that they can keep on doing things that are wrong for generation after generation. Og þannig hann að tala sko, þú veist, bara svona raunverulegan ágóða þess að klára nám, og þetta eitthvað sem að Douglas Murray sagði á sínum tíma og hafði miklar áhyggjur af, sem einfaldlega það að af hverju leitað minna til akademískra stofnana til þess að fá einhvers konar upplýsingar það hvernig framþróun samfélagsins á að vera. Og mér finnst þetta að vera gríðarlega alvarlegt mál. Mér finnst þetta að vera mjög slæmt þegar að akademíska stofnanir að missa vægi í almennri umræðu, og það kannski einhverju leyti hægt að fara rök fyrir því að þetta nýja athygliskerfi hafi valdið því, en ég held að sé ekki bara það. Ég held að sé eitthvað ég held að séu stærri kraftar þarna að verki, sem einfaldlega að fólk missir tiltrú þegar að, hvað ég var að segja, stofnanir á bak eins og þessi ýmsu réttrúnafræði gerast uppvís af því að hafa rangt fyrir sér, en á sama tíma fá þau greitt aðgengi að því að hafa áhrif á aðrar akademískar stofnanir. Ég ætla nú rétt að vona það að kynjafræðin sé ekki gengin svo langt af göflunum að þeir ætla að fara að krefjast þess að kenna í öllum akademísku stofnunum. Það væri hreint útsagt ótrúlegt ef að það orðin staðan, að kynjafræðin sé svo kokhraust að hún ætli að fara að gera það. En ég ætla að tala eins í samhengi við þetta vestrænt lýðræðisskipulag, út af því að mér þykir það áhugavert. Ég var að klára bók sem heitir Wasteland eftir hann Robert D. Kaplan, en ég mæli eindregið með þeirri bók, og hún svolítið sérstök með það að gera að hún byrjar svolítið hægt, talar veimarveldið og fleira. En ef ykkur hugnast ekki bókin, þá mæli ég með að spóla beint bara á þriðja kafla. Þriðji kafli alveg sérstaklega áhugaverður, út af því að þarna talar hann það hvernig ofstækisöfl í rauninni að grafa undan vestrænni lýðræðis siðmenningu og siðfræði,
og að það sé einhvern veginn sko, já, og hann færi rök fyrir því að það sé að verið að beita þessum grunnstoðum vestræns lýðræðis gegn því. Það er að segja að það er verið að beita þeim réttindum sem að fólk fær með vestrænu lýðræðisskipulagi til þess að grafa undan nákvæmlega því. Og ég ætla að spila fyrir ykkur 2 búta, byrjum á einum og við ræðum hann. Það er eins og hljóðið virki ekki í þessu. Allavega, hann er hérna, þá tala ég bara um þetta. Hann er sem sagt að segja að einmannaleiki sé nauðsynleg forsenda ofstækis múgsins og það sem hann færir henni rök fyrir er að þegar þetta ofstæki nær tangarhaldi að þá erum við komin á þann stað að einmannaleiki sé svona bensínið á þann eld. Og nú erum við náttúrulega með þessa samfélagsmiðla þar sem að fólk er að verða meira einmana þrátt fyrir það að reyna að mála sig upp sem töluvert betur statt heldur en að raun ber vitni. Og þetta er svona, eins og hann segir, sko, talar um það að fasismi sé svona rómantískur í grunninn og að það þurfi sko að hafa tilfinningar í stað röksemdafærslna. Og við sjáum þetta til dæmis eins og þegar svona forsetakosningarnar síðustu voru teknar yfir einmitt út af og með vísan til stríðsins á Gaza að þá voru sko stjórnmálamenn eða sem sagt forsetaframbjóðendur, ekki beint stjórnmálamenn, voru þráspurðir það hvaða afstöðu þeir ætluðu að taka til Gaza. Og ég man að Baldur Þórhallsson nefndi það einu sinni, það var á Stöð 2 töluvert fyrir kosningar og hann sagði sko, ég meina Nagorno-Karabakh deilurnar voru að eiga sér stað. Ég er ekkert spurður út í það, hann er ekkert spurður út í Suður Súdan, en Gaza náði einhvern veginn sko svo rosalega svona róttækum vægi á tilfinningafólks. Og þetta var bara stórkostlega undarlegt. Jón Gunnar nefndi það nú í viðtali við mig, hann sagði ég var beðinn að taka afstöðu til Gaza og ég veit ekkert af hverju ég átti að gera það. Og ég var spurður sko hvað ætlar að gera í Gaza og hann náttúrulega bara ekkert, hvað er að tala um? Og nú er ég ekki að segja það að fólk eigi ekki að verða svona, ég skil alveg að tilfinningar beri fólk ofurliði ef það er að horfa á þennan viðbjóð á samfélagsmiðlum. Það er bara alveg eðlilegt. En að krefjast þess að öll stefna Íslands sem er 400.000 manna þjóð með ekkert vægi inn í því að geta tekið á þeim aðstæðum. Muni þegar Magga Stína mætti fyrir framans utanríkisráðuneytið og öskra Þorgerður, gerðu eitthvað. Og maður veit ekkert hvað hún á að gera. Og það er ekkert útlistað sko. Og þetta er svona þessi auðvelda leið til þess að mála þig upp sem góða manneskju er nákvæmlega þetta. Þar sem að þú mætir bara og segir einhver annar verður að fara að gera eitthvað sem að mér finnst að ætti að gera þrátt fyrir það að ég ætla ekki að segja ykkur hvað raunverulega eigi að gera. Og þá er sagt, já nei, við ætlum að fara í svona harða andstöðu gegn Rapid út af því að forstöðumaður þess talaði eitthvað þetta stríð á sínu tíma. Og við ætlum að færa okkur öll yfir í teygju, skilur, og svo gera það allir, skilur, en það er þá náttúrulega ekki nóg, sko. Og þá slítið stjórnmálasambandi. Við höfum ekki einu sinni gert það við Rússa, sko, þrátt fyrir það að sendiráðinu hafi verið lokað. Þannig að við einhvern veginn svona tökum þátt og erum innvinkluð inn í leikhús fáránleikans sem að ég veit ekki alveg hvernig endar, en ég veit það samt fyrir víst að og sérstaklega eins og ég segi með vísan til kosninga að þá þessi ofstækisöfl það er engin húmor fyrir þeim og hann er engin að hlusta á þau. Þess vegna eiga stjórnmálamenn aðeins að fara að standa í lappirnar gagnvart þessari dellu. Út af því að eins og Robert D. Kaplan talar í þessari bók Wasteland
að þá þetta ekki bara eitthvað út af því að maður einhvern veginn, þessi miklir hálfvitar sem að tala þetta, það ekki það. Það bara verið að grafa undan lýðræðisstoðum með þessum svona kúna tilburðum og frekju og ég held að ef að við tökumst ekki á við það þá veit ég ekki alveg svona hvar við endum. Sko, það líka eitt í þessu eins og hann nefnir sko þegar maður horfir svona aftur í söguna þá einhvern veginn auðvelt að gera sér grein fyrir því hver voru ofstækjusöflin og hver voru biluðu einstaklingarnir, en aftur á móti þá gera biluðu einstaklingarnir sér aldrei grein fyrir því fyrir en eftir á sko, eða það að segja þegar langt liðið, þú veist, þú ert aldrei ofstækið, þú ert alltaf umburðarlyndið og góðamanneskjan sem að takast á við hinn raunverulegu illu öfl, en þetta í rauninni bara sömu tilfinningar og margir nasistar fundu fyrir þegar þeir voru að tala gegn gyðingum. Og svo voru það náttúrulega bara ákveðnir aðalega sem voru tilbúin til þess að ganga lengst. Það var ekki meirihlutin sem að vildi ganga svo langt eins og raunverulega gerðist, þrátt fyrir það að fólk væri með mjög varhugaverðar skoðanir gagnvart gyðingum sem að lo and behold allt í einu afturorðið í lagi líka, sem að mjög fyndið líka. Það bara alveg sérstakt að fylgjast með. Sko, mér langar aðeins að tala aftur bara þessa grein Kjartans og svo ætla ég að ljúka þessu. Út af því að hann, sko, ég ætla nefnilega að ræða við hann þegar hann kemur fljótlega, hvort hann raunverulega gerir sér grein fyrir því hvaða stoðin hann að tala Það að segja, út af því að hann að benda á þannig, hann náttúrulega rekstramaður og hann segir, þú veist, ef við förum ekki að taka einhverjar áhættur þá munum við bara einfaldlega staðna. En mér finnst þetta allt vera tengt þessum ofstækjusöflum að einhvern veginn þú að vera í örygginu á að passa upp á þig og þú átt að kúa alla til hliðinni sem að ekki tilbúin til þess að svona lúta þínum vilja og það í rauninni það sem búið að vera að gerast. En ég þarf að fara að preppa þátt, ég ætla að bara taka stuttan þátt núna og ég ætla reyndar að tala meira sveitarstjórnarkosningarnar en ég þarf bara að fara að preppa þátt sem að ég verð með Guðrúnu Hafsteinsdóttur hérna á eftir og ég ætla að reyna að gefa út í dag en partus.is /pæling ef þú vilt fá flest efni, náttúrulega ekki þessa live þætti en efni hlaðvarsins á undan öðrum og bara takk kærlega fyrir að hlusta og ég vona bara innilega að þú hafi verið gott kæri hlustandi og þangað til næst.